Finnur, hvernig metur hann 10 stiga sigur á móti Haukum? Bara margt mjög jákvætt og þetta eitthvað neikvætt líka en virkilega ánægður að koma hérna á erfiðan útivöll og ná að spila þéttan og góðan varnarleik og svona á stóru köflum vera bara fín í sóknarlega. Þannig að bara margt mjög gott en alltaf eins og alltaf þessum á stífum sem var að vera betur. Þessi klísja að varnarleikurinn skila þessu sigri eða? Já, mér veist við vera að gera vel varnarlega á flestar aðgerðir en það Giga eins og nafni gefur gigalega stór og hörkur leikmaður og virkilega erfitt við að eiga við hann og mér fannst við gera oft vel en svona skomurna mómenta sem við lásum leikinn illa og vorum að gefa nokkuð sem full öðru tötsanna kring konuna. Þeir byrjuðu líka að leikinn svona, setja tónin strax, var það líkill að þessu? Já, við töluðum að vilja koma sterkir út vegna þess að Haukarnir búin að vera frábæri í síðustu leikjum og undirbúrstímabilinu og hafa náð upp miklu flæði í sínum leik og við vissum það að sérstaklega þessum velli hérna að það líður vel hér og við þurftum að reyna að koma á hælana og mér fannst við gera það en eins og maður vissi komum tilbaka í seinna leik en náðum að kreista fram gæðin til þess að klára það. Hvernig svona metur bara stöðuna á þínu liði á þessu tímapunkti eftir 4 leiki í deildinni? Bara ekkert eitthvað, það er potential hana. Það er möguleikar að gera eitthvað en við erum langt í land og við viljum að erum að þreifa okkur áfram í okkar identityum og reyna að vera kannski svona bara nýtt meira því sem við erum að gera. Þannig að við erum að læra hvernig annan, við erum að nýta og náttúrulega októbermánuður núna með bikarkeppninu svona 2 leikjum og annar leikur á sunnudaginn að gefst rosalega rými fyrir æfinga og við erum svolítið svona, svo öll liðin að þróa sig í gegnum leikina, fáar æfingar á milli og lítið hægt að taka á því þannig að þetta er tricky moment núna og mjög ánægður að geta að vera búinn að hala nokkuð sigurum í röð á móti flottu liðum, þannig að ánægður með það. Að spila föstudag sunnudag, er það of þétt? Nei, við hefðum alveg getað spilað á föstudag mánudag en ég held svona kannski svona heilt yfir að væri kannski svona óskandi að fá meiri tíma á milli leikja í upphæðu tímabils og spila þéttara líður á en þetta er að saman allir er að díla við og ég veit að leikmennir er ósammála með þeir vilja bara spila leiki og æfa minna þannig að við bara leyfa þeim að njóta þessum. Það auðvitað langt í úrslitakeppni, bara á þessum tímapunkti, þessi hópur sem þú ert með, er þetta hópur sem þú getur farið með alla leið? Ég sé að potensial í þessu. Við kemur bara þurft og leiðilegt svar ef við hlutum að smella í okkur og gera það. Við þurfum að verða töluvert betri, við þurfum að, eins og ég er alltaf að tala við þurfum að finna leiði til að nýta vopnin okkar og finna leiði til að refsa liðin þegar þeir spila mismunandi varnarleika á okkur. Þannig að því þéttara sé verðum í þeim hlutum mér að vera líka en deildin núna, það er bara hrikalega mikið að öflugum liðum og það er einhvern veginn man ekki eftir deildinum þannig að það er ekki svona leikur sem þú getur sagt svona að þú getur slakað á, þetta bara vera gríðarlega erfiðir leikir allir og það eru bara forréttindi að fá að taka þetta. Er það á teikniborðinu að taka inn bandarískan leikmann áður en að glugginn lokar í janúar? Nei. Takk fyrir þetta, Finnur.